Mig langar að hefja þetta ávarp með því að þakka Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni fyrir leiðsögn og forystu í COVID-19 heimsfaraldrinum. Faraldurinn ógn sem snertir okkur öll hvar sem við búum. Við sjáum betur en nokkru sinni hver samstaða þjóða mikilvæg og dýrmætt að eiga sameiginlegan vettvang eins og Alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Á Íslandi höfum við fylgt leiðsögn Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, lagt kapp á greiningu smita, smitrakningu og sóttkví til að hindra útbreiðslu. Þannig tókst að fækka smitum, verja heilbrigðiskerfið og vernda viðkvæma hópa. Íslenska heilbrigðiskerfið hefur staðist álagið vel. Við búum að sterkri, samhæfðri, opinberri heilbrigðisþjónustu sem hefur sýnt aðdáunarverðan sveigjanleika, fagmennsku og aðlögunarhæfni. Margt höfum við lært sem mun gagnast við uppbyggingu og endurskipulagningu heilbrigðiskerfisins framundan. Áhrif COVID-19 á þjóðir heims eru víðtæk. Nýr veruleiki blasir við. Djúp kreppa, atvinnuleysi og óöryggi setur mark sitt á líf fjölmargra. Við þurfum að fylgjast með áhrifum þessa á líðan fólks og geðheilsu, hlúa að samfélagslegum innviðum og sjá til þess að enginn verði skilinn eftir. Ég nefni hér sérstaklega konur og börn í viðkvæmri stöðu. Ég nefni hér líka fátækar þjóðir. Við erum í miðjum heimsfaraldri. Áframhaldandi samstaða þjóða grundvallaratriði. Samvinna á sviði rannsókna og vísinda til dæmis meginforsenda fyrir þróun bóluefnis gegn koronaveirunni. Við búum í samfélagi þjóða og við eigum okkur sameiginleg markmið. Látum heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verða vegvísi okkar inn í framtíðina og skiljum engan eftir.